Flýttu þér nú að borða. Lossað út að eyrum því stóra skálin var komin á borðið. Terta? Já, það verður terta með teinu. Ó, mamma, má ég hjálpa til? Ætli það ekki, svaraði Marta. Til að byrja með hrærði Villi í stóru skálinni og hellti svo deiginu í form og sýndi mömmu sinni hvað hann var búinn að gera. Fínt hjá þér, Villi minn, sagði hún. Frú Jóhansen, kaupmannsfrú, kemur í te og ég vil hafa tertuna alveg sérstaklega góða og nú ætla ég að biðja þig að sækja salatblöð og eins og tylt af sniglum út í garð. Bra, ég geri það, mamma. Villi var ekki lengi að sækja salatið og sniglana en þegar hann sneri aftur inn í húsið var strax kominn bökunarilmur. Þau fengu sér að borða, en einhvern veginn var eins og eitthvað vantaði. Villi hugsaði sig og sagði svo: Heyrðu, hvar er pabbi? Ætlar hann ekki að borða með okkur? Nei, hann fór á markaðinn og kemur ekki fyrr en í kvöld, svaraði mammans. Villi gleymdi pabba sínum þegar að mamman sótti kökuna í ofninn. Ég set hana í gluggakistuna til að kæla hana og þú lætur hana í friði. Þar sem enn var langt í te fór Villi heim til Sjonna að leika sér. Þegar hann kom heim aftur beið Marta eftir honum alveg ógurlega reið á svipinn. Sæl, mamma, sagði Villi glaðlega. Þjófurinn, komdu hérna undir eins og ég skal hýða þig duglega. Ég skal kenna þér að stela ekki frá mér kökum. Og Marta greip í eyrað á Villa og dró hann inn í eldhús. Villi var orðið fölur af hræðslu. Bra, mamma, ég snert ekki kökuna, það er alveg satt, bra. Ljúðu nú ekki líka, hrópaði hún reiðari en fyrr. Hver annar gæti svo sem hafa tekið af kökunni? Það var ég, Marta, sagði rödd fyrir aftan hana. Og þar stóð Hólmgeir pabbans Villa ógurlega skömmustulegur á svip. Þú, Hólmgeir? sagði Marta undrandi. Já, sagði Hólmgeir. Ég var svo ægilega svangur þegar ég kom heim. Jæja, nú, þó það nú væri, svaraði Marta vegna þess að Hólmgeir mátti ekki vita að hún hefði bakað hana sérstaklega fyrir frú Jóhansen. Hún var miður sín fyrir að hafa skammað Villa og gaf honum stóra sneið af kökunni. Það var jú nægur tími til að baka meira fyrir teboðið. Marta gaf Villa aðra sneið með sér í rúmið og hann sofnaði með fullan magan. Góða nótt.